Það yfirleitt mjög erfitt að slíta sambúð og sérstaklega börn í hlut. Það því eðlilegt að aðilar leiti leiða til að valda börnunum sem minnstu raski og algeng leið að annar aðilinn kaupi hinn út. Það hins vegar rosalega margt sem þarf að hafa í huga. Í fyrsta lagi, hvað eðlilegt kaupverð? Á hvað á makinn að kaupa út og erum við í lækkandi markaði eða hækkandi markaði? Einhverjar framkvæmdir sem að setja á hakanum og makinn sem kaupir hinn út, hann í stakk búinn til að halda þessum framkvæmdum áfram eða munu þær einfaldlega rýrna og eignaverðmæti eignanna mun rýrna? Hvað með dótið? Yfirleitt, sá sem að flytur út, hann tekur bara það dót sem hann vill og hinn situr eftir í gamla húsinu með allt gamla dótið ykkar og alla minningar sem tengjast í. Þannig að ég myndi setjast yfir þetta og skoða frá öllum sjónarhornum, því að ef þetta í raun og veru skammtíma gjörningur með hagsmuni barnanna í huga, þá hægt til dæmis að annar aðilinn verði í húsinu 12 mánuði hinn leigi vegna þess að þegar uppi staðið aðilinn sem situr eftir tilbúinn að flytja nýjan makann á heimili seinna meir og búa í gamla heimilinu ykkar. Kíkja á þetta.